hvernig var það? Þetta heldur gott. Við náðum að kannski kvitta aðeins fyrir erfiða leik í DHL-höllinni sem fór í framlengingu. Við vorum alls ekki sátt við þann leik og töldum okkur eiga mikið inni og vildum sýna það núna rétt eftir áramót hérna heima hjá þeim og það er náttúrulega mjög sterkt að vinna með 20 stigum hérna. Erfið heima útivöllur og hörkulið. Þið eru að halda Stjörnunni hérna í 76 stigum. Hver er lykillinn bak við það? Ég held að það séu góðar æfingar á milli jól og nýjárs. Við erum búin að vera á fullu, breyttum aðeins hugafæri og lögum aðeins til í vörðin hjá okkur. Við þurftum aðeins að taka til í. Það er náttúrulega bara það sem skilaði þessu í kvöld, sko. Sjáum við á töflunni, eða samkvæmt töflunni þannig er Jóhann með 0 stig í þeirra helsti stigaskorur. Hvað erum við að dekka hann og... Við vorum svona að reyna kannski að halda boltanum svolítið mikið, eða trufla Jóhann, Justin mjög mikið í sínum sendingum og yfirdekka Jóhann. Þeir eru náttúrulega rosalega hættulegi báðir. Það tókst náttúrulega vel, Finnur var á Jóhann og við rotateum vel yfir á hann. Við vildum reyna að passa svona þríeykið kannski, Fannar, Justin og Jóhann. Já, Marvi sé ekki að skora hérna 20 pluss stig. Það er svona kannski það sem skilaði þessu. Við vildum frekar láta einhverja sem er ekki vanið í að taka skotin. Ég held að það hafi kannski gert gæfumunni í kvöld. Þið voru duglegir hérna undir í sóknarfrákvöstunum og fá boltan undir. Eru þið betri undir körfunni heldur en Stjarnan? Já, við erum allavega meiri breytt undir körfunni. Já, við erum betri undir körfunni heldur en Stjarnan. Ég er alveg 100% á því. Hvað var Jóhann að tala við þarna eftir leikinn? Hvað var hann að segja? Það er erfiður leikur hjá Kreikallinum og við erum félagar, við spilum saman í KR, ég var eitthvað aðeins að stríða honum og það fór mjög í taugarnar á honum. Við skulum láta það bara liggja milli okkar tveggja hvað þarf fór fram. Takk fyrir þetta, til hamingju.